Það fara hérna yfir deilitekninguna, hvernig við vinnum það. Við byrjum að því að búa þetta snið fyrir byggingarúttektina, köllum svo fram deilitekningu, skoðum það til og svo sýnum við hvernig við gerum línur og fyllingar. Við kveikið á þversniðinu sem var gerði fyrr í myndböndum, hérna, hægri smellum og svo duplicate view with detailing. Þannig, þá fáum við annar nákvæmlega eins teikningu, nema þessi teikning á að vera byggingaruppdráttur, þannig ég fer hérna edit type í properties, segi hérna duplicate og skrifa hérna byggingaruppdráttur. OK og OK. Og þá fáum við nýjan flokk hérna sem við sniðunum, session byggingaruppdráttur. Og það þessi teikning hérna sem við erum svolítið með opið. Og við ætlum að gefa henni nýtt heiti. Hægri smellum, rename og segjum bara þetta sé ekki þversnið, þetta sé bara snið AA. Þetta ætlum við að setja í skalan 1/50 svona og svo þá breytast hlutfallslega breytist þetta stærðin en hún svo sama á útgefnu blaði. Þannig að þá 2,5 eða 2 eins og stendur hér. Nema að nú erum við konum með aðra útfallu og þessu setjum við svo inn á teikninguna þegar við förum að vinna. Síðan ætlum við að taka deili, ég ætla að sýna hvernig tökum bara deili hérna megin í takkinu, takkkantinum. Þá fer ég hérna í view og hérna eitthvað sem heitir callout og lítið pílana fyrir neðan og ætlum að nota þess að hérna, rectangle. Hérna. Og við ætlum að stilla hérna properties að þetta séu detail. Og svo smelli ég einfallega einu sinni hér og einu sinni hérna, svona utanum veggina. Spurning hvort við förum þetta niður fyrir gluggan eða hvort við tökum bara þakstykki, þannig að við ætlum að taka gluggastykki með, þá smellum við bara hérna. Svona. Þá bætist við hérna í properties brásinu sjöðu, hérna niður, þetta eitthvað sem heitir detail view. Þetta sem við vorum að búa til þetta detail 0. Og þarna getum við bara strax hægri smelta á það og satt hérna takkskegg, deili takkskegg skotri glugga og þá heitir það bara ef við smellum þetta hérna inni ljómum þetta þá sjáum við properties, detail og hérna sjáum við sköluna. Við hafa hana hérna 1/10 og hún sjáist eingöngu þessu hérna view, hún sést þá ekki í hinu sniðinu, þetta stikk svona og öðru leyti höldum við þessu bara eins og þetta kemur hann konu. Næsta skref að opna þessa deilitekningu okkar, hún lítur svona út, hún á að vera skalanum 1/10. Þú erum að visual á hitten og þetta hérna allavega á medium. Og hérna sjáum við þá uppbyggingunum, hún nær í allt sem er svona hluta mótinu, eins og þakarinn sem við vorum búin að setja í, hérna það skeggið, klæðningina neðan. En gallinn við og reyfitinu við gætum, hún sýnir hérna þá sko lagnagrindina og gifsblutunar og það sem við erum með innanverðu. Þannig að við þurfum að fela þetta. Það sem við gerum að við notum ýmist, hérna við farum hérna í annotate hérna og við notum ýmist fillet region eða masking region. Til þess að búa til svona heil stykki sem var svo þarna, eins og sést á þessu myndbandi sem kemur þegar maður stoppar músina nokkru sekundur yfir í komandi skipun. Eins og hérna, og fillet region, svo notum við þess að búa til svona eins og svipa þess að hatsi sem við þekkjum á AutoCAD-inu. Eins hægt að ná í detail line, það sem sagt bara lína hérna og sérðu það stendur hérna create view specifier line sem skýrir það að þessi lína sem við búum til þarna og sést bara í þessari teikningu, sést hvergi annars staðar. En við vorum búin, ef við kíkjum aftur hérna á byggingarúttektina, þá vorum við búin að setja inn einagrunn til dæmis sem dæmi. Og þessi einagrunn er svona 2D detail sem að sýði það að hann sést bara, hún view specifier
og sést bara í þessu vjúfi. Allt sem við erum búin að setja inn hérna og teikna er svolítið þessi litla lína hérna og einangrunin. Við kíkja hérna upp í Copy to Clipboard svona, og farið svo aftur í deilið okkar og farið aftur hérna í Paste, ég sjá að þetta er hérna Modify hérna og segjum hérna Align to same place og þá kópar hann það sem við vorum með í sniðinu beint hérna yfir á réttan stað í þokkabót. Við ætlum líka að setja inn hérna, ef við skoðið component hérna, við erum í annotate component, detail component hérna og förum svo í load family. Þið ættu að vera með þessa möppu, program data, AutoSCRFT, libraries, Iceland, detail items, general hérna, og hérna er eitthvað sem heitir breakline. Smellum henni inn. Svo þetta er það sem við notum til þess að afmarka, getum ekki snúinu svona, við erum að nota rotate til að snúinu. 180 gráður svona. Og sýnum afmörkunina á endanum á deilinu, þannig að við séum alveg að hreinu að deilið okkar er að enda hérna á þessum stað. Hérna rotate 90 gráður og stekka svona aðeins hérna. Þannig að þess að sjáum ok, takið er ekki enda við þessa línu hérna sem var hérna, heldur er það að halda áfram. Svona. Svo eru hérna hlutir eins og hérna er einhver veggur, ljómiða bara hægri smellið hide in view of elements og eins með hurðina sem að sést hérna hjá mér, eða gluggar eitthvað sem hide view elements. Svona, þá erum við að hreinsa þetta til. Og svo getið þið líka, það eru hérna undir detail component aftur, maður aldrei ignora þetta, og load family, og er hérna mappa, sem að svo kíkja hérna á Autodesk, RFT, þetta er slóðin, detail items, og eitthvað sem heitir metals hérna, og hérna heitir metal fastening og hérna ætti að vera eitthvað til svipað og svo við sjáum alltaf myndina til hliðar, þannig að engilbolt þessi hérna allavega smellið hérna open og þá kemur þú bara inn í módelið. Kannski þessu svolítið stór og svo. Það setja bara, það er oft á tíðum til sko mismunandi stærðir af þessu, þú sjáum það hérna. Þetta er alltaf miðakvæmt við svolítið svona tommu stærðirnar. En svo við breytum bara stærðinu, setjum hérna edit type og segjum bara hérna duplicate og köllum þetta við setjum bara stærna inn hérna 145 sem 100 vingill, segjum það bara. Og þá getum við breytt hérna hæðinni 100 og 100. Þá breyti sjáðu hérna stærðan á þessu. Ég ætla að ná ég setti inn á innu, setti ég byggingavíkil, ég finn ég hann hérna undir efni, fase 2, eitthvað sem heitir BMF byggingavíkil, þið downloadu þessu bara og visti hann hjá ykkur í ykkar möppu og dræja svo bara einfalda inn á teikningunum. Svona. Og það kemur upgrade og þá var hann komin inn hérna sem detail component. Hérna.
dragi hann þá bara inn á og staðsetja hann eins og það ná að vera. Þið getur líka náð í component, DT component load family og finnum möppu. Þetta program data. Ef við sjáum ekki þessa möppu hérna sem heitir program data, þá þurfum við að opna bara venjulega möppu. Það hérna view og passa þess að haka við hidden items og sjá þetta hidden items. Program data hidden items. Og þetta slóðin, það program data, það Autodesk og það RFT 2019 eða hvaða útgáfa sem við með, libraries og hérna ætti að vera með Iceland sem dæmi og hérna eitthvað sem heitir detail items og þau getur fundið hérna margt hérna inni, svona einhverja undirflokka og þú sjáu það myndinni hérna hvernig þetta þannig getur við sótt meira. Smá atriði viðbótina, ef við notum hérna fillet dressing til þess að búa til hérna þverskurð af bitanum 45 sinnum 145 bitanum, þannig að ég gerir bara svona, teikna bara línu og segi hérna ok, þetta 145 slags og þessa hérna til að fá tyktina, þetta 45 svona og ef við þetta finnist þá sjáum við að það kemur bara svartur kassi, við vinnum það ekki þannig að veljum þetta hérna fyrir henni annarkvæmt búið til nýjan hérna, edit type og segjum að duplicate og segjum solid white eða bara hvítur þér á þið og hvað segir sig hérna solid fill tilt á og liturinn hérna hvítur ok, og þá fáum við svona hvítan kassa síðan held ég áfram, ég næði hérna í annotate detail line bara tímlega og teikna hérna þörskoras línuna svona. Svo velja ég þetta allt saman, ít hérna modify, ít á kassan, held svo henni control og ít nóð svo tapi til að veiða línuna hérna svona og þessa þetta sé allt saman nota svo hérna create group hérna, þá var ég að búa með til eigin svona titelgrúpu og við köllum þetta bara 145 spita ok, og þá var hann bara klár hvað við viljum hafa þetta annan hérna hún vill ekki fara nema ef það undir 1 mm þá vill hann ekki færa sig þannig að ég færa hann alltaf bara svona grólu þetta hliðar svo ég nú og grípa aftur í og reyna að veiða hornið hérna og nota þá tapi til að fínt til hann og þá er þetta kópera þetta hérna niður einfallega hérna í hornið þetta er náttúrulega frá gluggastikið þannig og þá fellur einangrun bakvið. Þið getið líka fíntilt einangrun að hafa bara svona eða þá þeir að vinna með þessa hérna brinti front eða brinti back. Og þá erum vantarlega þessi hérna að vera ofar. Þannig að vinkillinn vantarlega hér. Ekki kóperan hérna til dæmis mirror eða copy. Ég er náttúrulega mirror á þægilegt að leiðin. Ég ætla að þetta duði bíli, ég ætla svo að sýna kannski öðrum í bæti svona hvernig við fínisjörum alls saman.